Komið sæl aftur. Við erum búin að fá annan viðmælenda til okkar, Ingibjörg Isaksen, sem skipar efsta sæti á lista Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi. Velkomin. Takk hérlega fyrir. Ingibjörg, þú ert búin að vera síðan 2014 í bæjarpólitíkinni á Akureyri. Já. Hefur verið í öðru sæti á lista Framsóknarmanna og svo bara skyndilega ákveður að taka slaginn og þú vinnur þingmanni í prófkjöri og tekur fyrsta sætið. Hvað kom til að þú ákvaðst að gera þetta, að færa yfir í landsmálin? Þetta var búið að svona gerjast lengi í maganum á mér og fólk búið að hvetja mig til þess að fara í þetta. Það var ekkert auðveld ákvörðun því að þetta hefur áhrif á allt heimilislífið, fjölskylduna hjá manni og svona og breyti bara töluvert miklu. En eftir svona kannski mína reynslu í bæjarstjórn þá hef ég fundið alltaf betur og betur hversu mikilvægt það er að landsbyggðin hafi sterka málsvara. Og mér varst bara komið tími til að taka þetta skref, prófa að breyta aðeins til. Þetta stór ákvörðun eins og segir fyrir fjölskylduna að þú ert nánast að þú ert nú örugg að fara inn. Framsóknarflokkurinn hefur verið með 2 þingmenn og stundum 3 í þessu kjördæmi. Þannig að þú ert nú örugg inn og þú flytur eiginlega bara búferlum líku við. Já, kannski yfir virkudagana. Ég held að svona venjulega, mér skilst að venjulega vika hjá þingmanni utan landsbyggðin sé að þeir fara til Reykjavíkur á mánudagsmorgnum og koma seinni part á 50 dögum. Mér finnst mjög mikilvægt að vera hér á svæðinu og vera landsbyggðarþingmaður þar sem að íbúar kjördæmisins hafa aðgengi að mér. Maður finnur það svona, við höfum verið að fara kjördæmið og heyri í fólki og því finnst það mjög mikilvægt að geta verið í tengingu við fólk sem getur haft áhrif og hjálpa þeim. Þetta er rosalegt, ég vil ekki segja fórn en þú ert að henda þér út í laug sem að þú verður fyrir miklu áreiti sem þingmaður þykist í vita. Þú ert alveg tilbúin til að fara í svona bæta ennþá við þig áreiti. Já, það er komið smá skrápur á baki. Ég get ekki alveg orðað þannig. En þetta er alveg heilmikil breyting. Ég er að fara að hætta þá í bæjarstjórn og þeim nefndum sem ég er í. Ég er að hætta í besta starfi sem ég hef verið í hingað til og þau hafa verið mörg góð. Já. Þannig að þetta hefur áhrif og maður verður fjarri fjölskyldu, það er alveg rétt, en kannski nær maður að nýta líka tíman betur þegar maður er inn á staðnum. Já. Tölum fyrst aðeins heilbrigðismálin. Já. Förum með hans í öldrunarmálin fyrst. Akureyrarbær skilaði, getum við sagt, rekstri öldrunarheimilina til ríkisins. Það er margir sem hafa gagnrýnt ykkur í bæjarstjórn Akureyrar harðlega fyrir þessa ákvörðun. Og finnst þetta uppgjöf, kjarkleysi. Hvað segir það? Ég skil það vel. Ég skil það vel og bæjarstjórn reyndi í mörg ár að ná samningum við ríkið. Þegar öll er á botni hvolft þá er þetta á ábyrgð ríkisins að útvega þessa þjónustu og við í bæjarstjórn sáum okkur ekki fært neitt annað en að skila þessu aftur tilbaka. Í rauninni var samningurinn runnin út, þannig að við vorum ekki að gera neitt rangt. En við hefðum alveg kosið, ef við hefðum fengið nægt fjármagn til þess að sinna þessu rekstri, þá hefðum við kosið að halda þessu áfram. Og ég sé mikil tækifæri í því að þjónustan sé í heimabyggð. Ég held að það sé hægt að veita betri þjónustu með þeim hætti og nýta öll þau úrræði sem eru til staðar á svæðinu. En núna er þetta komið í hendur á einkaaðila? Þetta er komið í hendur á einkaaðila, já. Eru þið ekki hrædd við það? Hrædd? Við þurfum bara að sjá hvað reynslan sýnir okkur, hvað næstu mánuður og ár koma til með að sýna hvernig þetta fer allt saman. Já. En ég held að allir séu að leggja sig fram til þess að veita sem bestu þjónustuna og ég treysti því að þetta fyrirtæki muni gera það slíkt í sama. Við höfum aðeins verið að forvitnast og heyri starfsfólki og af því starfsfólki sem við höfum heyrt af að þá er fólk ánægt og við vonum bara það verði áfram. Þú hefur svolítið verið að tjá þig um öldrunarmál. Þú vilt jafnvel sjá einhverja nýjar leiðir í öldrunarþjónustu. Hvað þá helst? Ég vil bara sjá kerfisbreytingar. Framsókn hefur leitt mikla kerfisbreytingar í tengslu við barnamálin. Ásmundur Einar hefur fylgt því eftir sem félags- og barnamálaráðherra. Og við viljum nýta þessa reynslu og þessa þekkingu sem hefur skapast í tengslu við þetta að samþætta kerfin. Fá alla aðila að borðinu sem er að veita þjónustu til eldra fólks og samþætta þetta. Þannig að við losnum við þessi gráu svæði og þessa sóun í kerfinu og náum þannig að skapa umhverfi þannig að hvert þjónustustigið taki hnökralaust við af öðru. Sem er mjög mikilvægt. Við finnum það eldra fólki okkar þegar byrjar að sækja eina þjónustu. Þar svo næstu þá er ekki kerfið undir það búið. Við viljum gjarnan líka
veita betri þjónustu heim til fólksins. Við sjáum það að 98% eldra fólks vill búa heima hjá sér. Þannig séu það fyrir þér að það muni gerast á næsta árum? Ég sé það fyrir þér, já. Það færist af stofnunum meira heim? Já, það verði meiri heima þjónusta og þú veist, við sjáum það bara líka í nágrannalöndunum okkar. Þeir hafa áttað sig á þessu að þjóðirnar eru að eldast og fólk er að lifa lengur sem betur fer og við betri heilsu, þú veist, og það er ekkert allt slæmt í þessu kerfi. Það er verið að veita góða þjónustu á mörgum stöðum, við mögum ekki gleyma því. En ég held að við getum gert betur með því að samþætta þetta og við erum til dæmis að því fjármagni sem er að fara til öldrunarmála, þá er 2/3 hluta fjármagnsins að mér skilst að fara í öldrunarheimili og 1/3 í þjónustu heim til fólksins. Ég vil sjá snúið við. Ég vil sjá að við séum að setja meira, að við séum meira hlúa að einstaklingnum og setjum hann í fyrsta sæti og þjónustan snúist hann frekar heldur en að fjármagni fari í steinsteypu. Sko, þú hefur talað bara almennt kerfisbreytingar í heilbrigðismálum eða heilbrigðisþjónustunni og burtséð frá öldrunarþjónustunni, hvað áttu við? Já, við sjáum það núna hvernig reksturinn hefur verið eða hvernig áherslunar hafa verið í heilbrigðismálum og þessu kjörtímabili. Það sem hefur verið að leggja mikla áherslu á þessar ríkisreknu stofnanir sem er bara mjög gott og eins og ég segi, þar eru allir að leggja sig fram og standa sig mjög vel. Hins vegar höfum við úrræði til staðar í samfélaginu. Við erum með aðila sem er að veita heilbrigðisþjónustu og jafnvel margir af þessum aðilum sem er að veita heilbrigðisþjónustu annar staðar í bænum eru líka að starfa innan ríkisreknu spítalana. Og ég myndi gjarnan vilja fara þessa blönduðu leið, eða framsótt tala fyrir því að fara í þessa blönduðu leið, að við semjum við þessa aðila sem er að veita heilbrigðisþjónustu og náum þar af leiðandi líka að létta álaginu af Landspítalanum. Það er að tala um einkaaðila sem að fara meira inn í að semja við einkaaðila í heilbrigðisþjónustu? Já, einkaaðila, við getum til dæmis bara flutt allar aðgerðir, liðskiptaaðgerðir og aðgerðir sem eru framkvæmdar og þú getur útskrifað samdægurs yfir á þessa aðila, þessa stofnanir sem er að veita þessa þjónustu, létta þannig álagi á Landspítalanum. Því að Landspítalinn er hátæknisjúkrahús og hann á að vera að sinna þessum bráðatilfellum og stóru aðgerðum og við eigum að nýta úrræðin sem til staðar til þess að sinna hinu og þar að leiðandi létta álaginu. Hann kannski ekki alveg hljómar í þessu sem að rímar alveg við það sem að Vinstri grænin hafi verið að gera í heilbrigðisráðuneytinu. Nei, við viljum fara í kerfisbreytingar, við viljum breyta til. Og ég held að ef við setjum einstaklingin í forgrunn, núna erum við með að sjá einstaklinga sem er að bíða vikum og mánuðum saman eftir liðskiptaaðgerð, komast ekki í hana, eru óvinnufærir og þetta er kostnaðsamt líka fyrir samfélagið. Í tali ekki líka bara afleiðingarna fyrir einstaklingin. Og við viljum breyta þessu. Við viljum að það sé til úrræði til staðar og við þurfum ekki að senda viðkomandi annaðhvort erlendis fyrir miklu meira fjármagn eða hann þurfa að bíða svona lengi eftir aðgerð. Aðeins í sambandi orkuskiptin. Þú hefur talað svolítið orkuskiptin og getið þess að það sé ekki nóg að tala græn orkuskipti, það þurfi líka orku til þess að fara í þessu orkuskipti. Ertu að tala um að það þurfi að virka meira? Sko, það var auðvitað lögð fram orkustefna sem var samþykkt þverpólitískt á alla flokka og þar er lagt til að fara í þessu orkuskipti. Og nú eru mjög margir að tala um það að við viljum jafnvel flýta þessum orkuskiptum. Og við erum að flytja inn töluvert af jarðefnaeldsneyti í dag með tilheyrandi kostnað og fyrirhöfn. Og ég er að tala fyrir því að við eigum að nýta þessa grænu innlendu orku sem við eigum og ég tala oft um að það sé olía Íslendinga því að þú veist það er efnahagslega hagkvæmt að nýta hana og ég er ekki endilega að tala um að virkja hana vegna heldur eigum að nýta þá orku sem til í kerfinu í dag og ef við þurfum meira að þá getum við farið í það að virkja. Við erum með vatnsafl, við erum með jarðvarmann og við erum með vindorkuna sem að fleytir mjög hratt áfram í tækni. Við höfum að skoða bara hvað er hagkvæmast og hvað er skynsamlegast að gera í tengslu við þetta. Það hefur verið, menn það ekki verið eitt sáttur í myndi samt í vindorkuna, þá kemur til umhverfisþátturinn, menn vil ekki sjá vindmyllur. Nei, það eru skipta skoðanir á þessu og ég skil það bara rosalega vel. Og þetta á ekkert heima allstaðar, þess vegna þarf að vanda vel til verka og vinna þetta í sátt og samlyndi við aðila sem að tengjast þessu. En það sem ég finnst kannski skjóta skökku við í þessu og hljóð og mynd fari ekki alveg saman að það eru tillögurnar sem að voru lagðar fram hálendisþjóðgarð. Orkuríkasta svæðið okkar er hálendið okkar og það er ekki enn búið að kanna hvernig við ætlum að afla þessar orku sem að þarf í orkuskiptin. Þannig ég sé,
í rauninni bara að það sé engin leið að fara og fylgja því máli eftir fyrir en við erum búin að finna út bæði hvað erum við að útiloka mikið af orku ef við förum þessa leið að samþykkja hálendisþjóðgarð og b. hvernig ætlum við að afla orku annars þar. Þannig að Framsóknarflokkurinn er ekki að samþykkja, hann var á móti frumvarpinu, það kom nú fram í leið undir lok þings. Já, við lögðum fram fyrirvara og við gerum það alveg upphafi. Já. En maður sér ekki fyrir sér, Vinstri grænir leggja mikla áherslu á þetta mál. Maður sér ekki kannski alveg flöt á því að þið náið saman um þetta. Já, það er alveg ýmislegt hægt þegar fólk sest niður og er tilbúið til að ræða hlutina. Já. Ég held að ef við nálgumst þetta... En þú útilokar ekkert hálendisþjóðgarð? Sko, ég er alveg samferð það að vernd og nýting getur alveg farið saman. Við erum að sjá þjóðgarða út í heimi þar sem eru hraðbrautir beint í gegn, það eru vegir, það eru hótel, það eru virkjanir. Þetta getur alveg átt saman og ég til að við þurfum að ganga vel um landið okkar og vernda við svæði, en ég er ekki sammála að það eigi að vernda 33% af landinu til þess. Nei, sko, hefurðu verið, ég komur að segja, sátt við þetta stjórnarsamstarf eins og þetta hefur verið? Það hefur verið núningur milli flokkana einstök mál, en svona í heildina litið, er þetta eitthvað sem að þér hugnast jafnvel eftir kosningar fái flokkarnir til þess fylgi? Já, nú hefur forystan talað fyrir því í öllum þessum 3 flokkum að ef að það er vilji þjóðarinnar og við náum meirihluta, að þá sé þetta eðlilegt fyrsta skref. Það er traust þarna á milli þessar aðila, en ég hef nú yfirleitt svarað þessar spurningu á þann veg að það er þjóðin sem að ræður þessu. Það fyrir eftir hvað kemur upp úr Kjörkarsson 25. september. Já, en sko, það er greinilega mjög skiptar skoðanir innan Framsóknarflokksins, maður heyrir það, og líka innan Vinstri grænna sérstaklega slíkt samstarf áfram. Slær þitt hjarta í þá átt að freka til vinstri að mynda einhverja miðju þar sem jafnvel Framsóknarflokkurinn myndi stýra ferðinni í slíku samstarfi við vinstriflokkana? Já, ég veit ekki hvernig ég á að svara þessari spurningu. Ég er ekki við stjórnvölinn í þessari ferð, sko. En mitt hjarta slær bara á miðjunni. Það er ekkert flóknara. Og þeir flokkar sem eru tilbúin til þess að starfa með okkur fáum við til þessu umboð og eru tilbúin til þess að fylgja okkar málefnum meðal annars eftir. Þetta eru alltaf málamiðlanir og þú vilt fylgja vissum málum áfram. Að ef annars grundvöll fyrir því að það óbæð þarf að setjast niður og ræða það. En hvernig svona er stemningi, hvernig upplifir þú svona taktinn í þessari kosningabaráttu fyrir ykkar hönd hér í þessu kjörðafi? Eru þið að stefna á 2 eða jafnvel 3 menn? Já, ég er keppni, sko. Ég vil fara alla leið. Hvað þýðir það, alla leið? Já, við stefnum á að ná Þórarni Inga bóndanum okkar á þing. Það er slagorðið 3 á þing. Þannig að þið talið 3. sæti sem baráttusæti? Já, við stefnum að því og við finnum alveg góða meðbyr. Þetta er virkilega gaman og skemmtilegt og fólk tekur vel á mót okkur og ég hef einmitt sagt að þetta sé forréttindi að fá að vera í framboði. Fáum að fara allt kjördæmið, fólk býður okkur velkomið eða reiðbúið til þess að sýna okkur svæðið og fyrirtækin og allt sem þar er, sem er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur verandi þingmenn að vita og hafa fengið innsýn í. Ingibjörg Isaksen, takk kærlega fyrir að koma til okkar. Takk fyrir mig. Og við höldum áfram þessum kosningaþætti hérna rétt og eftir.